Já, sportáttur með ykkur hérna þessum mánudagskvöldi og þetta var náttúrulega Valsmenn Léttir og Lund og já, það er kannski svipað staðan í Ungverjalandi. Ég komi á línuna Jóhannes Lange. Hvað er blessaður sællöfingi? Sællöfinn blessaður vinnur. Herru, hvað er að frétta af ykkur hérna út í Ungverjalandi? Herru, það er bara stórkostlegt hérna í Ungverjalandi. Já, hvaða landslið ertu með hérna hjá þér? Nei, nú erum við bara hérna, ég er hérna með Fylkislið 4. kalla og svo er hérna Káa stráka líka 3. kalla. Já, þannig að það eru bara höfðingjar þar. Já, reyntómir höfðingjar hérna. Já. Herðu, seg mér annað, hvernig hefur þið svona litist á hérna, þessa helgi í handboltanum? Það er náttúrulega, úlingarlandslið náttúrulega stela miklu athygli á öllum. Já, þeir eru búin að standa sér frábærlega og bara til alls líkli. Það er bara vonandi þeir fari bara alltaf leið í þetta. Eiga ykkur að, raunhæfa möguleika á það, svona með hvað líður eftir? Já, ég held að þeir eru bara vel raunhæfa möguleika. Þeir hafa sýndu það bara á hérna European Open í Svíþjóð. Þeir geta klára þetta mót eða þeir vilja. En hvernig annars svona, þetta er móti sem, hvað er að þvælast þarna í Ungverjalandi eiginlega? Við erum hérna á móti sem heitir Selköpp hérna í Vestbrum. Já. Bara mjög þekkt mót hérna í Austur-Evrópu. Og hérna var ég að missa af liðinu mínu. Þeir voru að fara í rútu bara út í skóla. Það er alltaf leið. Ég er bara hérna með Káa með núna. Já, þannig að þú ert ekkert að týna þessum krökkum? Nei, ég veit ekkert um það. Nei. En þetta er bara hérna, stórt mót sem að 19. skiptið var haldið og hérna í Vestbrum sem að höfustofar Vestbrumliðsins sem að Aron Pálmarsson var spilja á næsta ári. Og þannig að þið getið sjáðu allar helstu aðstæður hérna? Já, við erum að taka þetta svona út fyrir hann. Já, mitt. Hvort það líti ekki bara þokkalega út. Ég held að reyndar hann sé nú mættur á svæðið. Þannig liðið sé byrjað að æfa hjá hann. Já. Hvernig er hann svona stemningi hjá okkur í Fylki í handboltanum? Hvað segirðu? Hvernig er stemningi búin að vera hjá Fylkismönnum í handbolta? Það er bara mjög gott sko. Í þessu móti erum við búin að spila 2 leiki um annan og töpuðum hinnum. En svona öðru leiti þá lítur þetta vel út í handboltanum. Þetta er svona uppgangur í þessu. Þannig að bara áframhaldandi uppbygging á öllu starfi, bæði kalla og kanna með. Þannig að það er nógum að snúast hjá ykkur hérna úti. Já, það er nógum að vera hér. Já, nákvæmlega. Jóhannes Lange, svona eitthvað í lokinu sem maður er að gleyma fyrir utan náttúrulega, Valsmenninu bikarmeistar og þú mistir að því? Já, ég því miður mista því, það var glæsilegt hjá þeim. Og bara komið tími til að hvað ég byggar á hliðarenda. Já. Þannig að það hefur verið svona, þannig að þú væntanlega bara fagnað úti? Já, við fögnum hérna vel og innilega, alltaf gaman að vinna KR. Já, og þú ert náttúrulega með KR-hóp hérna hjá þér, og eru þeir ekki ánægðir? Já, þeir eru bara svona sem ég ánægði með þetta. Já, nákvæmlega. Jóhannes Lange, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, ég heyri kannski betur í þig þegar þú ert komin heim. Já, ekki málið. Og þú ferð að róa alla hérna úti. Já, við reynum að koma þessi rói eitthvað. Já, bestu þakkir. Já, Jóhannes Lange er hérna úti með KR og Fylki á stórmóti hérna úti í Ungverjalandi. Og já, það er virkilega gaman að fylgjast með þeim hérna úti og það er hægt að gera það náttúrulega í gegnum Fylkir handbolti og KR handbolti. Gott betur en það. Við ætlum að halda okkur áfram í handboltanum og við ætlum að reyna að ná samband við þessa hetjur okkar hérna úti í Rússlandi. Þó að sé smá tímamismunum þá ætlum við að kanna hvernig staðan er á þeim.